Við í Hörðuvallaskóla höfum verið að nota hluta af aðferð þeirra Curtis og Lornu í okkar skóla. Við kynntumst þessu þannig að nokkri stjórnendur hjá okkur voru í stjórnendanámi við menntavísindasvið Háskólans 2020 og fengu kynningu á aðferðinni þar og fóru í framhaldi á námskeið hjá Curtis og Jigsaw Learning það sem hann kallar á ensku Collaborative Response Model. Við heilluðumst af þessari aðferð vegna þess að hún gengur út á að leita lausna fyrir nemendur, fá fullorðna til að horfa á áskoranir sem börn glíma við frekar en að horfa á barni sem vandamál og efla samvinnu og samtal kennara og nýta þekkingu og reynslu allara sem komaði nemendahóp í að finna lausnir. Við ákvaðum að byrja á þeim hluta sem snýr að kennurum, einhverju sem við getum farið í að vinna strax og ákvaðum því að einblína á það sem við köllum hjá okkur lausnaleita fundir. Við litum svo á að slíki markvissi fundir getur hjálpað okkur að breyta hugsunarhætti okkar fullorðina í skólanum, að færa fókusinn frá því að hugsa nemanda sem ákveði vandamál í það að leita lausna innan skólans svo nemandanum líði vel og geti tekið þátt á eigin forsendum. Að kennarar hafi fleiri verkfæri í sínu verkfærakassa og upplifa ekki að þeir standi einir með ákveðnar áskoranir. Við settum á stað tilraunaverkefni með teymi íþróttakennara í fyrra og héldum nokkra fundi með þeim þar sem allir lærðu og tilenguðu sér vinnubröðin. Þessi tilraun gekk mjög vel. Íþróttakennararnir upplifðu að þetta væri valdeflandi. Þeir fóru líka ósjálfrátt að yfirfæra lausnir frá fundum yfir á aðra nemendur. Í vetur erum við smám saman að koma á lausnaleita fundum með flestum kennarateymum og hafa þessi fundir mælst vel fyrir. Fyrirkomulag fundana er mjög markvisst og það þarf að skýra fundarstjórn. Fundagestir fá hlutverk sem eru ritari, fundastjóri, truflari og teljari. Norm fundarins eru ákveðin og fundagestir skuldbinda sig til að vera með lausnaleitar hugarfar og truflari gæti þess að allir haldi sig við viðfangsefni fundarins. Kennarar þurfa að mæta undirbúnir á fund, þar að segja, með ákveðnar áskoranir sem þeir vilja ræða og leita lausna við. Fundir hefjast alltaf á hrósi. Farið er yfir framkvæmdaáætlun síðasta fundar og skoða hvaða lausnir leitu til árangurs og þá spyrjum við hvað gerðu við sem leiti til þessa árangurs. Síðan er byrjað að horfa á nemanda sem umræðir út frá hans styrkleikum og áhugamálum. Í kjölfarið útskýra kennararnir þær áskoranir sem mæta nemandanum og farið er í að leita lausna með hugstormun og til þess not við hvað ef spurningar. Til dæmis hvað ef við fáum félagsmiðstöðina með okkur í tengslavinnu, hvað ef við blöndum hópnum meira og svo framvegis. Teljari fundarins sé svo að telja hvað hópurinn kemur með marga lausnir. Hve mörg hvað ef. Í lok fundar velur fundurinn lausnir sem á að vinna með næsta mánuðin og einhverjir taka ábyrgð á því að þær séu framkvæmdar og standa skil á því í upphafi næsta fundar. Við endum fundin alltaf á einhverju jákvæðu eða hrósi. Fundurinn fer aldrei yfir 60 mínútur. Að fundi loknum fá allir senda framkvæmda áætlun með þeim lausnum sem valið var að prófa og því hver er ábyrgur fyrir framkvæmd þeirra. Kennarar hafa tekið mjög vel í þetta nýja fundaform og segist upplifa það að þeir komi út að fundi með einhver verkfæri, eitthvað til að vinna að og prófa. Þeir hafa setið svo marga fundi þar sem mikið er rætt en engin niðurstaða fæst og ekkert gerist í kjölfarið. Þeir fara af fundin núna með þá tilfinningu að þeir séu ekki lengur einir með vandan. Heldur séu hópur að vinna þessu saman og þeir upplifa að þeir geti nýtt lausnina til hagsbóta fyrir fleiri nemendur. Til dæmis hafa kennarar sagt, mjög flottir fundir, gagnlegt og þarft. Svo oft sem að hlutir eru ósjálfrátt ræddir en ekki komist að neinni niðurstöðu. Eftir fundina vissum við alveg hvað við áttum að gera og vorum meðvituð hvernig við ætluðum að leysa málin. Það er oft kvartað yfir einhverju og svo er bara haldið áfram, en þetta vekur mann meira. Og einn sagði, ég er meir en til ég að halda áfram með svona fundi. Og aðrir hafa sagt, ég get yfirfært lausnir á fleiri nemendur og mér finnst frábært að skoða málin svona og hafa markmið sem skoða þér hvort hafi náðst. Við erum mjög spennt að halda áfram og þróa þessa aðferð hjá okkur og taka jafnvel inn fleiri þætti úr aðferð þeirra Curtis og Lornu smám saman. Þess má líka geta að við í stjórnendateyminu höfum tilengað okkur þessi vinnubrögð á okkar fundum og höfum tekið eftir því að þeir fundir verða markvissari.
Næsta skref er að fara að nýta gögn og upplýsingar nám nemenda betur til að styðja við þessa vinnu.